Komið sæl og blessuð. Hugsið ykkur nú, hvaða mynd skyldi hann sýna fyrst? Af hverju verður fyrsta myndin sem þessi Magnús ætlar að sýna okkur? Og hún er hér, og þið munu öll muna eftir henni. Jæja, ekki var hann svo slæm. Þetta er gullmoli, japanskur gullmoli, unnin úr japanskri seiru. Þetta er í alvörunni, þetta er annan pínu lítill reyndar. Þið finnið hann á netinu alveg á stundinni. Vinkona mín og samstarfsfélagi í landgræðslunni, hún sá mynd af þessu, já Magnús, þetta er alveg svo ís. Nei, þetta átti ekki að vera það. Skilaboðin eru náttúrulega verðmæti. Það þarf ekki að segja ykkur það, við erum að tala um verðmæti, en áskorunin er náttúrulega að ráðast á þann flokk úrgang sem flestir vilja nú helst losna við sem allra fyrst og ekki þurfa að hugsa mjög mikið um. En í seirunni eru náttúrulega næringarefni af ýmsum toga sem allar plöntur á jörðinni gætu nýtt sér með einhverjum hætti. Það er ósköp einfalt mál og ég er hér sem starfsmaður landgræðslunnar og hugsa um landgræðslu og ég er að hugsa um þetta sem áburð. Þegar tekið eftir því, það er ekkert mál hjá þeir sem var hérna undan mér að hvaða efni sem voru að tala um. Við gáðum að segja, já, fiskafur, auðvitað, nýta það betur og nýta þetta betur. En svo þegar við förum að tala um þetta, um seiruna, þá er það aðeins flóknara. Því við erum miklu vanar einhverju ógeði. Þetta er það sem við hugsum um þegar við segjum seira. Þetta er í alvörunni mynd af manni sem er alveg á bólakafi í þessu. Ég veit maður þarf að gefa smá stund fyrir þessa mynd, það þarf að gera við ýmislegt þarna í þessum kerfum og þarna er einhvers konar skolphreinsikerfi í gangi og skulum ekki orðlengja það. En hann komst upp og gerir þetta reglulega. En lífrænn úrgangur er í ýmsu tagi náttúrulega og hér er mynd af lífrænum úrgangi sem myndu eftir í hug matarsóun, aðrir sjá þetta er eðlilegt úrkast úr gróðurhúsaræktun. Sama hér. Já, ég er að tala um lífræn efni til uppgræðslu en við förum náttúrulega ekki að dreifa paprikum og gúrkum. Það þarf auðljóslega að gera eitthvað við þennan úrgang til þess að hann sé nýtilegur til einhvers. En við notum líka fullt af úrgangi bara beint, nota mikið og alls konar húsdýra úrgang til uppgræðslu eða á tún, þetta kunnum við vel. Hér er svínaskítur, þarna er Sigþrúður að vökva svínaskíti í tilraun sem við gerðum og þarna verið að nota bara hráefnið, bara beint og spáum ekkert mjög mikið í það. En auðvitað þykir okkur þetta að vera miklu þægilegra. Þetta er kjötmjöl. Þannig er búið að verka hráefnið í eitthvað mjöl, næringaríkt, gott er í 8% köfnunefni. Þetta er uppáhaldsáburður minn núna, þó að ég tali mikið um seiru. Þetta hér, hvað haldið þetta sé? Þetta er bara Milwaukee's finest eins og þetta var kynnt fyrir mér. Þetta er sem sagt þurrkaðar örverur sem hafa kjamsað á seiru, hafa svo verið þurrkaðar upp og kögglaðar, settar í poka og seldar út í búð. Þetta nota menn til ræktunar í Bandaríkjunum og töluðum þetta sem er mitt Milwaukee's finest og það var hlegið svolítið að því og það þarf að gera það líka. Þetta er það líka og þeir sem eru snöggir sjá Ostara.com þarna á gulu. Þetta er fyrirtæki minnum mig kanadískt sem vinnur fosfór úr seiru. Þetta er bara hreinn fosfór, bara eins og við fáum tilbúin áburð bara í poka. Þeir vinna þetta úr seiru. Þannig að gullmólarnir eru víða. Það sem gerir okkur náttúrulega sérstök, við erum svo sérstök. Við erum svo sérstök hvað varðar landeyðingu að við getum nota hvaða úrgang sem er, nánast ómeðhöndlaðan, ég segi nánast. Og þarna er Sigþrúður og Jón Ragnar að dreifa seiru í tilraun, sömu tilraun og var þarna með svínaskítinn. Og mér er svo fullkomin alvara
en Jón sagði bara ekki neitt mjög mikið fyrir þessu. En hérna, þetta er nefnilega landið okkar. Þetta er landið okkar. 40% af landinu okkar er í svona slæmu ástandi og er eiginlega, fyrir ekki orðbragði, skít sama hvaðan gott kemur. Það er bara hvaða lífræni úrgangur sem hann hendar vel til uppgræðslu. Punktur. Í þessu öllu saman eru mikilvæg næringarefni og fyrir landgræðsluna þetta náttúrulega mikilvægt að ná höndum yfir bara allan áburð sem við getum. Við vitum náttúrulega að lífrænn úrgangur hann er vatnsmeiri, fyrir utan kjötmjölið náttúrulega. Það er erfitt að flytja hann og hann er ekkert sérstaklega næringaríkur, þú þarft að bera svolítið mikið á, en þetta er mjög, mjög dýrmætt. Og að sóunum er bara ekki í lagi. Og þannig þegar við horfum á þessa mynd, þá þið heyrið hvað landið er að gera. Það er öskra á þessi næringarefni. Og þetta eru aðstæðurnar okkar sem gera okkur allt öðruvísi heldur en til dæmis í Evrópu. Það sem það er vandamál að losna við lífrænan úrgang. Það verður að verka, það verður að fara í tækni þróun til þess að konsentrera þetta, þurrka þetta, gera eitthvað við þetta, flytja þetta út, selja þetta í poka, skiljiði. Við getum farið bara, kannski bara 20 kílómetra frá Reykjavík, fundið okkur bara land sem er í rusli og við getum borið á það. Við þurfum, þó tæknin sé æðisleg, þá þurfum við ekkert endilega að fara svo langt. Nóg að landi. Þessi mynd sýnir okkur að rauð og bleika er land í mjög slæmu ástandi. Nú bara fyrir þau sem eru snögg á súluritunum, þá bara sýnir ykkur að við höfum gert rannsóknir á áhrifum mismunandi lífræns úrgangs á gróðurframvindu og uppslunásinn er gróðurþekja, þannig að því hærri súlur, því meiri gróðurþekja og þetta er úr tilraun sem við erum að mæla hver súla er 1 ár og mismunandi lífrænn úrgangur á x-ásnum. Þannig að þið sjáið að það lengst til vinstri er viðmið og léleg molta og lélegur hrossaskítur sem gerði mjög lítið. En þið sjáið að í öllum hinum meðferðunum þá er bara hvaða úrgangur sem hentar bara ljómandi vel. Og það er ekkert að rýna fast í það en seyran er þarna sem sagt. Hún er ekkert stórkostlega langbest af öllu en hún er bara fín. Og þá, að þessu sögðu, þá verð ég að nota tækifærið og segja ykkur frá forkólfunum í Hrunamannahrepp. En þeir hugsuðu með sér hvernig getum við nýtt okkar seyru betur í staðinn fyrir að vera að fara með þetta, keyra þetta í bæinn og móka í holu í Álfsnesi. Og þeir endurskipulögðu frá grunni seyru söfnunina sína ásamt 4 öðrum sveitarfélögum. En það sem aðdragandinn að því var sem sagt verkefni þar sem þeir tóku alla sína seyru með sérstökum tæknibúnaði, felldu seyruna ofan í jarðveginn og árangurinn 3 árum seinna er svona. Þannig það er heilmikil gróðurþekja, hún fer þarna úr kannski 10% í ykkur 60% á 3 árum og landgræðslulega séð það nú bara eins og gott. Og það meira að segja Sigþrúður sem er oft með mér í þessum ferðum, hún borðaði krækiberin, ég lét þau reyndar vera. Ég er nú alveg kaldur kall líka sko. En þarna verður til sem sagt samstarf 5 lítilla sveitarfélaga. Hrunamannahreppur í forsvari, Bláskópi, Flóahreppur, Grímsnes og Grafnings, Skeið og Gnúp, 3500 íbúar. Þeir endurskipuleggja þetta frá grunni, þeir fara í allar rotþrær á 3 ára fresti, safna, verka og dreifa. Það er komið system. Verðmiðinu var dálítið hár. Þetta var dálítið dýrt. En litlu sveitarfélögin þessi, þau gátu þetta. Þannig að ég er óskaplega ánægð með þeirra frumkvæðastarf og það er bara til mikilla fyrirmyndar og þetta er bara á teikniborðinu mínu. Ég hef búin að nefna þetta við sveitarstjóra og Ölfus og Hveragerðis og framkvæmdastjóra Árborgar
að þau 3 sveitarfélögin gætu komið sér saman svipað verkefni. Ég er búinn að tala við þá, en þetta er svolítið á teikniborðinu hjá mér ennþá. Og mig langar að önnur sveitarfélög þau takið til fyrirmyndar. Við erum alltaf tilbúin til þess að ræða málin, hvernig má nýta þetta og hvar, og við leyfum bara þessum gullmola að vera hérna í lokin. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega Magnús fyrir gullmólan. Eins og ís. Eins og ís. Er ein spurning? Varla. Góðan daginn, ég þakka kærlega fyrir góða ráðstefnu og mjög fræðandi á margan hátt. Mig langar aðeins að spyrja í samtíðin notkun á seyrunni. Er hún eitthvað unnin áður eða fer þetta beint úr rótfránni út á tún? Eða hvað með þá öll þessi getnaðarvarnarlyf sem að finnast í henni eða eiturlyf eða eitthvað annað, fer þetta bara beint út í náttúruna? Ég fattaði akkúrat núna, mér láðist að segja frá því, en í samstarfsverkefni þessara 5 sveitarfélaga þá felst í þessu ferli felst að safna seyrunni og kalkana. Það er sem sagt að kalki er blandað við þannig að pH-ið hækkar upp í, eða á að fara upp í 11. Þar með drefst allt kvikt, allt sýkjandi, en auðvitað öll önnur efni eins og þú ert að nefna, þau eru þarna ennþá. Ég er ekki með það á takteinum eða veit hann eitt sérstaklega vel varðandi lyfjaleifar eða hvað það er. En í því magni sem við værum að nýta okkur seyru til uppgræðslu, þá leyfi ég mér svona efast að það skipti miklu máli. En ég líka passa saman, ætla ekki að segja að skipti engu máli. Herðu, góð bara spurning og þetta er eitthvað vert rannsóknarefni til að taka áfram, klárlega. Takk. Virkilega.